Daginn og velkomin. Mér langar til þess að hefja stundina með því að við lútum höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að við getum komið hér saman. Við biðjum þinn heilagan anda til að vera hér og leiða okkur. Við biðjum þína blessun yfir þessa stund. Í Jesú nafni. Amen. Enn og aftur velkomin og gleðilegan hvíldardag. Gaman að sjá ykkur öll hérna í dag. En við skulum opna salmabækurnar og syngja saman. Salmi númer 67, Vort heim á Herran Guð. Salmi númer 67. Ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur, en Sigrún mun lesa fyrir okkur ritningalesturinn. Hann úr Postulasögunni 17. kafla 16. vers. Meðan Páll beið þeirra í Aþenu var honum mikil skapun að sjá að borgin var full af skurðgoðum. Við skulum þá biðja, ég ætla að bjóða ykkur að krjúpa, þeir sem geta það, skulum krjúpa til bænar. Himneski Faðir, nú komum við fram fyrir augliti þitt hér á þessum fallega hvíldardagsmorgni. Drottinn, þú hefur skapað þennan dag fyrir okkur sérstaklega að nálgast þig og eiga innilegt og náið samfélag við þig og við hvert annað. Kringum þennan stórkostlega sannleika, Drottinn, að þú ert skapari heimsins. Þú gjörðir alla hluti og viðheldur öllu lífi daglega og ávallt hér á þessari jörð, í okkar lífi og allan alheim. Drottinn, allt í þínu valdi og við komum líka saman á hvíldardeginum til þess að minnast þess, Drottinn, að þú tókst frumkvæði til þess að frelsa okkur frá synd og frá eymd og frá dauða inn í þitt eilífa dýrðar, friðar og náðaríki, Drottinn. Og við lofum þig fyrir allt þetta hér á þessum hvíldardegi. Við komum saman, sameinuð sem kirkjur hér á þessu landi til þess að eiga fagnaðardag saman sérstaklega. Og við byggjum þig að blessa þessa stund hér, blessa þennan dag, samveru okkar, þann boðskap sem við heyrum, Drottinn, mætti hann ná til hjartna okkar.
Mætti það vera fæða fyrir okkar andlega líf. Blessaðu Jan og sérstaklega að hann deilir þessum orðum sem eru innblásin af þér, Drottinn, úr þínu orði með okkur í dag. Já, Drottinn, við byggjum líka fyrir þessari kirkju, fyrir þessu söfnuð sem hér kemur saman vikulega og oftar í viku. Blessa þú það safnaðarstarf sem hér er unnið og með þann á árangri, Drottinn, við vitum líka um þau námskeið sem hafa verið haldin, fólk sem hefur komið hérna til þess að fræðast. Þú blessa það fólk að það njóti þess að koma hér og finna fyrir áhrifum þíns anda. Og allt það starf sem unnið er hér í börnum og unglingum, og við erum að biðja líka fyrir öðrum kirkjum í þessu landi, sem allar eru í vinna það verk að byggja þitt ríki hér á þessari jörð. Já, Drottinn, þannig leggjum við okkur í þína hönd og biðjum líka fyrir landi þessu og þjóð, byggðarlaginu hér, ráðamönnum þjóðarinnar. Við leggjum það allt í þína hönd. Við erum sérstaklega að hugsa fram til sveitarstjórnarkosninga sem nú eru bara á brátt hér í þessu landi, að það mættu veljast réttir einstaklingar til forystu hér og þar í landinu. Einstaklingar sem eru opnið fyrir þínum anda, Drottinn, og heyra þitt orð. Já, Drottinn, þannig leggjum við hluti í þína hönd og lofum þig og við biðjum blessun í Jesú nafni. Amen. Við skulum þá flétta upp á salmi nr. 132, Kæri Jesús, kross þinn við, salmi nr. 132. Það þá komið að því að við tökum upp gjafir, en gjafir eru frjálsframlög sem eru notuð til þess að reka til dæmis þetta húsnæði.
Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að blessa þessar gjafir og margfalda. Biðjum þig að vera með starfið þínu og þessir gjafir megi að vera starfið þínu til framdráttar. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakkar, þá er komið að barnasögunni. Vil ekki koma hérna fremst, krakkar? Janus ætlar að segja ykkur barnasögu. Hey, good to see you. Okay, good morning, children, Allt í lagi, góðan daginn, krakkar. and good morning to elderly children as well. Góðan daginn, eldri börn. I would like us to go through a very interesting story. Við langar að segja ykkur mjög spennandi sögur. But before that, let me ask you a question. En fyrst langar við að spyrja ykkur. When you are in trouble, Þegar þið lendið í vandamálum, who are you asking for help? hvern biðið þið að hjálpa ykkur? Who? Papa, your father, yes, or Eða, sometimes yes. Yes. já, Okay. stundum bara að leiði tímanum að líða og þá fer vandamálum. Okay. But if you are really in trouble En ef maður er virkilega í and you erfiðleikum need help, og maður þarf að fá hjálp, what are you doing? hvað gerir maður þá? Stundum Ah. bara hleypur í felur. Sometimes you just run and hide. Stundum hleypur í felur. But there are situations when you cannot do that. En stundum er ekki hægt að gera það. Now, Svo there was a young man, það var ungu maður and he got promoted and he became the vice president of a company. og hann fékk stöðuhækkun og var næst æðsti maðurinn í fyrirtæki. And he decided to buy himself a very shiny, nice, beautiful black car. Og hann ákvað að kaupa sér skínandi nýjan svartan bíl. It was a Jaguar. Þetta var Jaguar. And then he was driving his Jaguar home. Og hann var að keyra Jaguarinn heim. And he slowed down in his street Og hann hægði á sér á leiðinni that everybody would see what kind of shiny car he's got. bara svo allir gæti tekið eftir í hversu skínandi nýr bíllinn hans var. And one day, Og svo einn daginn, when he was driving his car, þegar hann var bara að keyra bílinn he sinn slowed down og hægði á sér and he was proudly looking left and right. og var svona ánægður með sjálfan sig að horfa í kringu sig. Suddenly he heard a big bang from the side of the car, Þá heyrði hann þetta dunkhljóð svona í hliðin á bílnum. like someone hit his car with a brick. Eins og einhver hefði bara kastað múrstein í bílinn hans. Now, let me ask you a question. Svo ég ætla að spyrja ykkur, How your papa feels about when his car is broken or hvernig líður somebody hits? pappa ykkar ef eitthvað kemur fyrir bílinn hans? Is he rejoicing? Er hann rosa glaður? No. No, he's sad. Very Og angry. afi yrði reiður. Now, this man was very, very, very angry. Og þessi maður var rosalega reiður. He pushed the brakes. Svo hann bara snarhemlaði, He jumped out of his car. stökk út úr bílnum He went to the side of the car gekk í kringu bílinn and he saw half of a brick there og þá sá hann þennan hálfan múrstein á götunni. and he saw his car damaged. Og hann sá að einhver hafði skemmt bílinn hans. Then he looked around Svo leit hann í kringum sig and he saw a boy of around 7-year-old. og þá sá hann strák sem var svona kannski 7 ára gamall. Is there anybody around 7? Einhver innan 7 ára? Yeah? 8?
9, yeah, your age. 8, 9, nokkri svona dálítið nálægt í að vera 7. Then he looked at the boy. Og þá leit hann á strákinn, He grabbed the boy from here reip í strákinn svona, and even lifted him up. og lyfti honum upp með því að taka He kragann shook the boy og hrist hann. and he said, did you do this Og to sagði my við car? krakkaðinn hendur honum, gerði þú þetta við bílinn minn? And the boy started crying. Og strákurinn fór að skæla And he said, yes, og hann sagði, já. your father does not have that much money to pay for my Og car. sagði, pabbi þinn hefur ekki efnaði að borga þetta tilbaka. You are going to pay dearly for this. Þú ætti eftir að sjá eftir þessu strákur. When he calmed down a little bit, Svo róaði hann sig smá he asked the question, og spurði, why did you do this? af hverju gerður þetta? Why did he do this? Af hverju gerður þetta? Why did he do this? Af hverju gerður þetta? And then the boy said, Og þá sagði strákurinn, sir, já sko, I have an older brother ég á eldri bróður and he is paralyzed from neck down. og hann lamaður fyrir neðan háls. And today I took him out on his wheelchair. Og í dag þá fór ég með hann út í göngutúr í And we hjólastólnum had a wonderful time. og það var rosalega gaman The fyrir hann. sun was shining. Og sólinn var að skína We talked. og hann var að We tala laughed. og hló. And as I came here, Og svo þegar við komum can hingað, you see this slope down? sérðu þessa hæð eða brekku, Because he's bigger than me, að því hann stærri en ég, I lost control of his wheelchair. þá misti ég stjórn á hjólastólnum And hans. he went into that ditch. Og hann bara rann niður þessa brekku alveg niður í skurð. And I'm too small, I cannot lift my brother. Og ég of lítill, ég get ekki lyft honum upp. And I was standing by the side of the road. Og ég stóð hana við veginn And I tried to stop cars, og ég reyndi að stoppa bíla. that someone would come and help me. Til þess að einhver myndi koma og hjálpa mér. And no one stopped. En það var enginn sem stoppaði. No one wanted to help a boy like me. Það vildi enginn hjálpa svona strák eins og mér. And then I thought, Og þá hugsaði ég, if I take a half a brick, ef ég tek bara svona hálfa múrstein hérna and if I wait for a shiny, beautiful car, og ég býð eftir skínandi góðum bíl if I hit that car, og ef ég kasta í þann bíl, the owner of the car loves that car so much, þá veit ég að eigandi bílsins, hann elskar bílinn það mikið, surely he would stop hann mun örugglega stoppa bílinn and would help me. og mun hjálpa mér. This is what I've done. Svo ég búinn að gera þetta. And then he said, sir, Og svo sagði hann, hérna Please, gæti þú, en could you help gerðu me? það, hjálpa mér. please help me to lift my brother. Hjálpaði mér að lyfta bróðum mínum upp. And the man went, Og maðurinn fór lifted his brother, og lyfti bróður hans upp, put him back on the wheelchair, sett hann aftur í hjólastólinn. and he said, I want to make sure Ég ætla að sjá til þess að hann síðan við yngri bróðurinn you get home safely. að þið komist heim bara So klappa. let me push the wheelchair. Svo ég skal sjá að hérna íta And hjólastólinn. he pushed the wheelchair. Og hann gerði það. They got home. Þeir komist heim, bræðinni, When he came back to the car, og síðan gekk hann aftur að bílnum he eigandinn made a decision. og ákvað, I would never ever repair my car. ég mun aldrei gera við þennan hluta bílnum minn. I want that to be a reminder Ég vil að þetta minni mig á that we live in such a world að við lifum í þannig heimi that someone needs to hit you with a brick að einhver þarf stundum að kasta í mann múrstein in order to realize that people are in need around you. til þess að aðrir gefa sér grein fyrir að viðkomandi þarf að hjálpa að halda. Jesus Og Jesú, doesn't need to be hit by a brick, maður þarf ekki að kasta í hann múrstein. but you need to pray. En við þurfum að biðja, When you are in trouble, þegar við erum í vandamálum don't hide. þá eigum við ekki að fela okkur, Pray. heldur biðja, Help is available. af því að hjálp er til staðar. And yes, sometimes, Og já, stundum, through you, children, í gegnum ykkur börn, we adults, we get a lesson þá lærum við sem erum fullorðin that we live in this crazy world, að við lifum í svona brjáluðum heimi. that we love cars more than we love people. Að við elskum stundum að við elskum bíla meira en fólk. So please continue to teach lessons to us. Svo haldið þið áfram að kenna okkur fullorðna fólkinu. And don't forget, Og ekki gleyma því help is available. að hjálp, það er hægt að fá hjálp. God bless you. Alltaf, Guð blessi þig. Thank you. Kæra þakkir, Jannas. Fyrir rúmlega 22 árum síðan samdi Margrét Guðmundsdóttir, skáldanafni hennar var Björk, ljóð. Það var 20. mars 1980
1992. Ef það mér skjáttlast ekki þá það við tilefni þess að söfnurinn var stofnar hér. Ég ætla að lesa hérna ljóðið. Í dag bjart yfir byggð og mönnum. Ég bylgju þakkar í hjarta finn, senn hörfar vetur og vorið kemur, á vængjum björtum með ylinn sinn. Í dag við höfum hér safnast saman, með söng í hjörtum drottins náð, hann sem framtíðar veginn varðar, og verndors heitir í lengd og bráð. Í dag við ætlum að bindast böndum, bræðralags í von og trú, mikil þörf í myrkrum heimi, martröð sorga í gleði snú. Að helga störf okkar hafna firði, hugsun okkar og vonin sterk, og byggjum drottin að blessa alla, búendur hér og þeirra verk. En nú komið að því að János mun vera með predikun frá okkur. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ to you. Svo ég heilsa ykkur í nafni Jesú Krist And I want to tell you that it is a really real privilege to be with you this Sabbath morning. og mér langar til að segja ykkur að það eru forréttindi fyrir mig að fá að vera með ykkur hérna þennan hvíldardagsmorgun. I'm always coming to Iceland like coming home. Mér líður alltaf eins og ég sé komin heim þegar ég kem til Íslands. And I would like us to spend this Sabbath that we would feel the blessings of the Lord. Og ég vona að við finnum fyrir blessun drottins þegar við verjum þessum hvíldardegi saman. And also we would learn something about what to do in order to reach out for people. Og ég vona líka að við lærum eitthvað saman það hvernig við getum náð til fólksins sem býr í borgin okkar. So that's why I would like us to concentrate on the work in the cities. Og það þess vegna sem ég vil að við horfum sérstaklega á starfið í borginni. When Paul arrives to Athens, which is the biggest city of Greece, Þegar Páll kemur til Aþenu sem stærsta borgin í Grikklandi, the Bible records that something really unusual happened to him. þá segir Biblían að nokkuð mjög merkilegt hafi komið fyrir hann. As we have had in the scripture reading, Við lásum þetta, hlýtum á þetta vers í ritningatextanum in the book of Acts, chapter 17, verse 16, í Postulasögunni 17:16. one translation says that while Paul was waiting for them in Athens, Þá ég les hér á einni þýðingu þá stendur meðan Páll beið þeirra í Aþenu, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. var honum mikil skapraun að sjá að borgin var full af skurðgoðum. But another translation says that his spirit was stirred in him. En aðra þýðingar leggja út að þegar hann beið þá ekki var honum mikil skapraun heldur að þá svona ólgaði andinn innra með honum. What is this stirred spirit in regards to this city? Og svo af hverju varð Páll fyrir svona geðshræringu vegna þess sem hann sá í borginni? How was Apostle Paul be able to actually spread the message of Jesus Christ in an understanding way in Athens? Hvernig ætlaði Páll að dreifa fagnaðar erindunni á skilríkan hátt til fólksins í Aþenu? A director of an advertising company in New York Það var forstjóri auglýsingafyrirtækis í New York decided to be part of an experiment. sem ákvað að taka þátt í tilraun. He dressed up like a blind beggar. Hann klæddi sig eins og hann væri blindur bettlari. He had some filthy clothes on him, Svo hann var í skítugum tötrum dark eyeglasses, og með dökk sólglerugum and a white stick in his hand. og hvítan staf Then he put his head down, og síðan svona drúftan höfði and he had a sign next to it. og var með skilti við hliðina á sér. I am blind, please help. Ég blindur, endilega hjálpi mér. That day, in Manhattan, in the center of Manhattan, he collected $44. Og þennan dag sem hann var í Manhattan sem hverfi í New York þá náði hann að safna sér í ölmusu $44. He went home. Og hann fór heim
and he changed the sign. Hann fór heim og hann breytti skiltinu. He did not change his clothes. Hann breytti ekki fötunum He did not change the spot where he was begging. og skipti ekki stað, notaði sama stað til að betla. He changed only the sign, Breytti aðeins með skiltinu and he wrote on it, og skrifaði eftirfarandi: "It is springtime. Það vor, The sun is shining, sólin skín and I can't see it because I'm blind." og ég sé það ekki af því ég blindur. That day, Þennan dag he collected $161. þá safnaði hann $161. Why? Hvers vegna? Because he appealed to the hearts of people. Vegna þess að hann svona reyndi að snerta við hjörtum fólksins. So what is happening in this story, what we are about to go in details of in chapter 17, the book of Acts. Svo það sem á sér stað í þessari sögu sem við erum að fara að líta á í smáatriðum í postulasögunni Paul is coming from Thessaloniki, það að Páll hann að koma frá borginni Þessalóníku where he was preaching the word of God, og hann var að prédika Guðs orð þar and where people got so upset that wanted to kill him. og þar komst fólki svo mikið uppnám að það reyndi að taka hann að lífi. His friends advised him or almost forced him to go from Thessaloniki and go to Athens. Vinir hans ráðlöðu honum eða eiginlega neyddu hann til þess að yfirgefa borgina og fara í þessi stað til Aþenu. So after preaching in Berea, which is a small village next to Thessaloniki, Svo eftir hann hafði prédikað í Böreu eða Bereu sem lítið þorp nálægt Þessalóníku, Paul goes into Athens. þá fer Páll til Aþenu. And this city is the center of philosophy, Og þetta sú borg var miðstöð heimspeki þess tíma religion and arts, og líka trúar og lista and also architecture in Greece. og líka bara arkitektúrs í öllu Grikklandi. But of course they had a much wider influence than that. En Aþena hafði hins vegar miklu meiri áhrif en aðeins það. And why Paul is waiting for Timothy Og á meðan Páll bíður þess að Tímóteus komi til and borgarinnar also Silas, og líka Sílas, he goes into the city. þá gengur hann borgina. And what he saw in the city stirred his heart. Og það sem hann sá í borginni, það olli honum geðshræringu. What does that mean? Hvað merkir það? You know, from the first glance, especially if you read those kind of translations, Þið sjáu, ef maður svona les fyrst þýðingarnar á þessu texta, which would describe that he was angry or he was distressed by the idolatry, what he saw there, þá þýðingarnar eins og á íslensku, þá oft lagt út af textanum þannig að Páll sé reiður, að þetta angri hann. I would like to suggest that we take the original meaning of this. En hins vegar, ég myndi segja við ættum að líta á upprunalega textan Which eða is that grískuna, Paul is not upset, sem ekki að Páll sé ángraður eða honum sé skapraunað, but rather he is disturbed. heldur að þetta kom honum í uppnám, sem þetta ekki endilega í reittskap, heldur He experiences a kind of an unrest in his soul. að þetta valdi honum svona bara almennt, að maður sé snortinn eða komist í geðshræring út af einhverju alvarlegu sem maður sjáist. The unrest what the missionary feels when meets the mission field. Það að segja sá órói sem að trúboði upplifir þegar hann sér þarfinnar á þeim stað sem hann ætlar að boða á. And he feels inadequate Og hann finnur að hann ekki starfinu vaxinn. of touching the lives of these people. Hvernig á hann að snerta við öllu þessu fólki? He feels too small, Og hann finnur fyrir smæð sinni saying, what can I do for this great city? og hugsar, hvað get ég gert í þessari stóru miklu borg? These people are totally unsaved. Þetta fólk alveg fullkomlega ófrelsað. They don't know Jesus Christ. Þau þekkja ekki Jesú Krist. And he has compassion on them. Og Páll finnur fyrir þessari djúpu samúð með þeim. You know, when we study the issue of compassion, Og þegar við lítum á samúð, I would like to bring to you two stories and one very wise saying. þá langar mig að segja ykkur tvær söguvarandi samúð og svo deila með ykkur spakmæli hvað það málefni varðar. The first story is recorded in 1 Kings chapter 3. Fyrstu söguna finnum við í fyrri konungabók 3. kafla. You remember the story. Þið þekkið þessa sögu. Two women gave birth to two children. Það eru tvær konur og þær eignast barn svipað leyti. One of the women was probably too tired
Önnur kona var sennilega of þreytt and she leaned over her child og hún sofnaði svona hálfvegis eða alveg ofan á barninu sínu and basically killed her child. og í stuttu máli þá dó barnið. Woke up in the middle of the night, Svo hún vaknar miðja nótt realized that her child was dead, og gerir sér grein fyrir því að barnið látið. and she exchanged the two children. Og þá skiptir hún á börnum en þær búa saman þessar And konur. when the other mother woke up, Svo vaknar seinna hin móðirinn she realized that this is not my child. og hún gerir sér grein fyrir að þetta ekki barnið mitt hér. And there was a quarrel in between the two ladies. Og svo verður þessi deila á milli kvennanna. And they brought the issue in front of the king Solomon. Og þær fara með þetta mál fram fyrir konungin, Salomon. Solomon said, Og Salomon segir this is easy task. að þetta auðvelt mál. We have a dead child Við erum með dáið barn and we have a living child. og lifandi. Just cut the living child in two Svo höggvið bara lifandi barni í tvennt and give one half to one woman and another half to the other. og hvor móðir fær sinn helmingin. And the woman whose child was dead Og móðirinn sem átti barni sem var látið said, yes, I Sagði- like this. líka vel við þennan úrskurð. Let's do it now. Höggva barnið. But the real mother, En raunverulega look móðirinn, at what the Bible says. sjáu hvað ritningin segir, The woman whose son was alive móðir barnsins sem var látið, was nei sem var filled lifandi, with compassion for her son. sagði við konungin því að ástin til barnsins brann í brjósti hennar. And said to the king, Og hún sagði eftirfarandi, please, my lord, Æ, herra minn, give her the living baby. gefið henni barni sem lifir, Don't kill him. en ekki deyða það. But the other said, En hinn sagði, neither I nor you shall have him. njóti þá hvoru okkar þess, Cut him in two. höggvið það sundur. And Solomon said, Og Salomon sagði, that's the real mother. þetta raunverulega móðirinn. Compassion. Svo samúð. That is what Paul feels when he goes into Athens. Það það sem að Páll finnur innra með sér þegar hann stattur í Aþenu. He sees people on the streets Hann sér fólk út á strætum and he says to himself, these people are totally unsaved. og hann segir þetta fólk þekkir ekkert að I would fagnaðarindinu. like to do something Og mér langar til for þess að gera them, eitthvað fyrir þetta that they fólk. would come into a saving knowledge of Til Christ. þess að þetta fólk gæti vitað eitthvað frelsaran. Then in the Songs of Solomon, Svo lesum við í ljóðaljóðunum chapter 5 verse 4, í 5. kafla versi 4 this is what Solomon writes. og hér skrifar Salomon. My lover trusts his hand through the latch opening. Já, og þetta allt sko compassion á ensku en þetta með mismunandi orðum á íslensku. Hér stendur unnustu minn rétti höndina inn gluggan. My heart began to pound for him. Já, í raun og veru hjarta mitt fór að slá hratt en á íslensku það hjarta mitt svall honum á móti. If you have ever been in love with someone, Ef þið hefði einhvern tíma verið ástfangin, you know what does that mean when you feel the closeness of the loved one. þá vitið þið hvað gerist í hjartanu þegar maður nálægt þeim sem maður elskar. So what Paul experiences in Athens Svo það sem að Páll upplifir í Aþenu is not hatred because they practice idolatry, ekki hatur í garð skurðgoðadýrkunar, but rather a kind of a love saying, I just love you guys. heldur þvert á móti kærleikur, hann finnir fyrir ég elska ykkur I þetta would fólk. like you to be brought into the presence of God. Mér langar til þess að þið upplifir nærveru Guðs. But most probably Luke 15 describes the feeling what Paul had in his heart. En sennilega getum við fundið besta textan til þess að útskýra tilfinningar Páls í Lúkasar Guðspjalli. And this is the middle of the story of the prodigal. Og þetta í miðri sögunni glataða soninn. When this young man in verse 20, it is described, he got up and he started going home. En í sögunni þá lesum við það hvernig þessi týndi sonur ákveður að fara aftur heim til föðurhúsa. And the Bible says, but why he was still a long way off. Og við lesum þar í 15. kafla að þegar hann var enn langt í burtu, His father saw him þá sá faðir hans hann and was filled with compassion for him. og kendi í brjósti hann, He ran to his son, hljóp threw his arms around him and kissed og him. fjall háls honum og kyssti hann. So Paul is not going into the city Svo Páll ekki að ganga borgina in order to collect a lot of information saying, til þess að safna saman upplýsingum
this is a wicked city. Þetta nú illa borgin Let's hér. have prayer meetings. Nú skulum við hafa bænafundi Then the Lord is going to visit this city and sink it. til þess að drottin megi sökkva þessari borg í sæ með öllum hennar Nothing glæpum. like that Nei. in the heart of Paul. Það var ekkert slíkt sem fannst í hjarta Páls. Paul is filled with compassion. Páll fyllist samúð And I believe that in his heart, og ég trúi því að Páll, although there is this feeling like biting a lemon, þó að honum líði eins og hann hafi sökkt tönnunum bara í súra sítrónu, he would like to turn that lemon into lemonade. þá langar hann að breyta þeirri reynslu í límonaði. He saw a city Svo hann sér borgina, where the faith for a creator was totally missing. hann sér sem sagt að það voru engin vegsumerki hinn lifandi skapara í þessari borg. The streets were filled with idols, Götuna voru fullar af líkneskjum, statues and gods people worship. svo styttur og líkneski sem fólk tilbað. Every household had a god. Það var að finna guð í hverju einasta húsi. Pausanias, who was a historian of those times, Pausanias, sem var sagnfræðingur þetta leyti í he Grikklandi, recalls that only in Athens were more idols than in the rest of the country of Greece. Pausanias skrifaði að það var fleiri guði að finna í Aþenu einni en í öllu Grikklandi samanlagt. Wherever he turns, Svo hvert sem hann snýr sér, he bumps into idols. þá rekur hann sig á styttu. And he said, these people are so far from God. Og Páll segir með sjálfum sér, þetta fólk svo langt í burtu frá Guði. I need to do something about that. Ég þarf að gera eitthvað fyrir þetta fólk. Then he realized that there are two kinds of people in this city. Og svo gerir hann sér grein fyrir því að það tvenns konar fólk í þessari borg. Then he meets the Jews in the synagogues, Svo hann heimsækir gyðingana í samkunduhúsum þeirra and he realized that the Greeks are meeting on the marketplace. og hann gerir sér grein fyrir því að Grikkinir, hinir sem sagt, þeir koma saman á markastorkunum And he goes there too. og hann fyrir þangað líka. You know, the good news is Góðu fréttinar eru þær that Paul is not taking karate lessons að Páll ekki að fara á karateæfingar to kick these statues down from their pillars. svo hann geti bara stokkið og sparka styttunum af sem sagt, stöllunum. By the way, karate is not for that. Og karate auðvitað ekki heldur til þess. And they would never encourage you to do that or to do damage. Og þjálfarar sem sagt kenna karate myndi aldrei hvetja fólk til ofbeldis. So we don't see here a person in Paul whose eyes are firing and he's so angry that he would like to destroy the whole city. Svo í stuttumáli við sjáum ekki reiði logan brenna í augum Páls og neina löngun til þess að skaða þessa borg. But we see someone Þvert á móti þá sjáum við í Páli einhver who has never encountered a situation like this. sem hefur aldrei verið í svona aðstæðum áður. He feels inadequate. Svo hann finnur, honum líður eins og hann geti ekki gert neitt. But he is also urged by the Holy Spirit to do something. En á sama tíma þá vegna heilasanda þá langar hann til þess að gera eitthvað. And he believes Og hann trúir that God can do something about these people in the city. að Guð geti gert eitthvað fyrir þetta fólk í borginni. There was an atheist with the name of David Hume. Þið hafið kannski heyrt David Hume sem var frægur guðleysingi. He lived in London Og hann bjó í London and he ridiculed Christians all the time. og hann hættist að kristinni trú stöðugt. And his friends knew that he was just not believing in any type of Christianity or any type of spiritual Og life. vinir hans vissu vel að hann lagði enga trú hvorki á kristni né nokkur önnu trúabrögð. One day, Einn daginn as he was walking on the streets of London, þá var hann að ganga eftir einhverju götu í borginni he saw a friend og sá hann vin running very fast sem var bara á harða hlaupum in the opposite direction. í hinna áttina. And he is shouting to him, Svo David kalla til vina "Sir, síns where are you running?" og segir, heyrðu, býttu, hvert ertu að hlaupa? And the man was still running and shouted back, Og maðurinn sagði bara á hlaupunum, "Haven't you heard? býttu, ertu ekki búin að heyra? George Whitfield is in the city. George Whitfield í borginni And he is preaching within 10 minutes. og hann að fara að predika eftir 10 mínútur. And I'm running to listen to him. Svo ég ætla bara að reyna að ná predikuninni. And he was just running. Og svo hélt maðurinn áfram fersinni. And David Hume shouted after him, saying, Og David Hume hrópaði eftir honum, "But you don't believe in that nonsense, do you?" en þú trúir ekki á það bull eða nokkuð?
And the friend shouted back, Og vinurinn hrópaði tilbaka, I don't, nei, ég trúi ekki, but he does. en hann trúir. That's why I'm running. Og þess vegna ég að hlaupa. You know, do we believe Trúum við that Jesus Christ is a powerful Savior? að Jesús Kristur sé kröftugur frelsari? Whoever met Paul Hver sem hitti Pál had no doubts that Paul believed that Jesus can make a difference. efaðist ekki það að Pál trúði því að Jesús gæti breytt hlutum. In Reykjavik, Í Reykjavík, in your cities in Iceland, í borgunum ykkar eða borgin ykkar á Íslandi, you have people who do not believe even in the cover of the Bible. þá fólk sem trúir ekki einu sinni bara á forsíðuna eða sem sagt kápuna biblíunni. But that is not the question today. En það ekki spurningi sem við höfum að vera að velta fyrir The okkur. question today is, do we believe Spurningin trúum við that God loves them að Guð elski fólkið í and God borginni can plant that love in our hearts too? og að Guð geti sett sinn kærleika í okkar hjörtu And we love those people also who would not open their doors. svo að við getum líka elska það fólk sem myndi ekki einu sinni opna hurðina. You know, I'm now right into this mission to the cities. Ég núna stattur mitt í boðunarverkefni sem kirkjan stendur fyrir sem kallað borgarboðun. Visiting the biggest cities in our division. En þar verið að leggja áherslu á starfsemi innan helstu borga deildar okkar innan kirkjunar. And this is what I tell my friends, my brothers and sisters. Og þetta það sem ég segi alltaf varandi þetta verkefni. When you get into a traffic jam, Þegar maður lendir í umferðar öngþveiti, you cannot hate those people in the traffic jam þá getur maður ekki hata fólki í kringu sig í hinum bílunum and curse them, og bara bölva þeim and 1 hour later og síðan klukkutíma seinna preaching them about Jesus Christ. predikaði yfir þeim Jesú Krist. So these two just don't go together. Þetta tvennt og þetta fer alls ekki saman. We either love them 100% Við annarkvort elskum fólk 100% with the traffic jam, í líka mitt í umferðinni with their craziness, og í öllu brjálæðinu or we don't love them. eða okkur stendur á sama fólk. You know, Paul, when the Spirit of God steered his heart, Þegar andi Guðs hrærði hjarta Páls, he would like to spread the good news, þá vildi hann deila fagnarerindinu með öðrum. and he would not like to avoid the Greeks. Og hann var ekki að reyna að hunsa Grikkina. There were 4 famous schools in Athens. En það voru 4 mismunandi skólar eins og það kallað í Grikklandi. Plato's Academy, Það var sem sagt skóli Platóns the Lyceum of Aristotle, og Aristoteles Zeno's Court, og Xenós and the Garden of og Epicurus. síðan epikúringar. By the time of Paul, Á tíma Páls only the Stoics and the Epicureans flourished. það voru aðeins 2 skólar sem að voru ennþá í gangi. The Það er að last 2. segja hinn seinni 2. Xenó var sem sagt forsprakki stóumanna og svo voru það epikúringar. And you say, is this relevant to us? Og þeir segir kannski byttu og þetta tengist okkar tíma hvernig. Let's see what the Stoics believed. Skulum sjá hvað stóumenn stóðu fyrir. They believed in fate. Þeir trúðu á örlög. They had a kind of a pantheistic life philosophy. Heimspeki þeirra einkendist í raun og veru að algyðistrú. They had those types or those times of the horoscopes running, What kind of horoscopes? the ancient times of horoscopes. Já, þeir sem sagt voru líka í stjörnuspeki And they believed that self-righteousness was important to them. og þeir trúðu því að sjálfsréttlæti væri mikilvægt, að maður sé sjálfur réttlátur. Anything here what you would recognize some Icelandic people? Eitthvað hér sem að hljóma kunnulega á Íslandi? Their aim was to discuss the issues of life Og takmarki á þeim var að tala bara svona málefni and lífsins to study the laws of nature. og til þess að rannsaka náttúru lögmálin. And to them the universal order of nature Og fyrir þeim þá var það mikilvægasta að sjá bara regluna í alheiminum. that was the most important. Það var það sem skipti mestu máli. Then we have the Epicureans. Svona eiginlega á undan vísindum. Já, og svo voru það epikúringar. They believe that gods are not interested in human lives. Þeir trúðu á Guðina en töldu þá hafa engan áhuga á mannlífinu. They said,
The reason for existence is pleasure. Svo þeir sögðu eina ástæðan fyrir því að vera á lífi til þess að njóta lífsins. That's the best good what you can expect. Það æðsta takmarki sem maður getur sett sér í lífinu. They had an anti-God philosophy. Svo þeir voru hálfgerðir guðleysingjar. And the individual was the most important to them. Og það sem skipti mestu máli fyrir þá var einstaklingurinn. Any Icelandic people? Hljómar þetta íslenskt? Can you see this? Getið við séð það? And these are the people Apostle Paul would like to preach the gospel. Og þetta sem sagt fólki sem að Páll vill predika fagnaðarerindi til. And he decides Og Páll ákveður, he would take a positive approach. ég ætla að nota jákvæða nálgun. He would rather go into bridge building, Hann ákvað frekar að reyna að byggja brú, and he became positive in a negative world. svo hann ákvað sem sagt að verða jákvæð áhrif í neikvæðum heimi. Now let me ask you the question. Svo nú ætla ég að spyrja ykkur, Do you see what is happening in Reykjavik? sjáu þið hvað að gerast í Reykjavík Do you see what is happening in Hafnarfjörð? og í Hafnarfirði bara á stór höfuðborgarsvæðinu? Do you like it? Finnst ykkur það Is góð this þróun? something what your children should do when they grow up? Sjáu þið sem sagt ástandi í Reykjavík eða í borgarsvæðinu eins og eitthvað sem að þið viljið fyrir börnin ykkar? Isn't your heart stirred because of these people? Ekki líka hjarta ykkar snortið þegar þið hugsið allt fólkið í borgin ykkar? Now we need to make a decision. Svo við þurfum að taka ákvörðun. Are we building walls or are we building bridges? Ætlum við að byggja brú eða reisa múr? You know, we are quite professionals in building walls. Við erum frekar svona faglegi í því að reisa veggi. You heard about the Berlin's wall. Þegar við heyrtum Berlínamúrin You most probably heard about Israel, og sennilega varnarveggin í Ísrael, how they built walls of concrete between Israelis and Palestinian territory. en þar frekar langur garður eða steipumúr sem á milli Palestínu og Ísrael. You heard about Yasser Arafat. Og þegar við heyrtum Yasser Arafat, You know how he was described by other politicians? vitið þið hvernig aðrir stjórnmálamenn lýstu honum? He never missed an opportunity Hann missti aldrei af tækifæri to miss the opportunity. til þess að missa af tækifæri. Do you know what Yasser Arafat did when the Israelis decided to build the walls? Vitið þið hvað Yasser Arafat gerði þegar Ísraelsmenn ákváðu að reisa þennan vegg? He had fiery speeches on the TV. Þá hélt hann alveg brennandi ræður í sjónvarpinu. And in the background, Og fyrir aftan hann, he established a company of concrete. þá sem sagt stofnaði hann fyrirtæki sem að seldi steypu. And he provided the concrete for the wall. Og hann var sá sem að seldi steypuna í múrin. We are professionals in doing this. Svo sem fólk þá erum við mjög fagleg í því að reisa veggi. Friends, aren't we tired of double faces? En vinnir, erum við ekki þreytt á slíkri hræsni? We need normal people in the church Við þurfum á venjulegu fólki að halda innan kirkjunar, who are tired of bunker Adventism. sem þreytt á svona skotgrafa hernaði í aðventkirkjunni. We are not building walls in between people and people. Við ættum ekki að reisa fleiri veggi milli einstaklinga og fólks. Do you see what is happening between South and North Korea? Sjáu hvað á sér stað líka innan Kóru og milli suður og norðurs? You know, when I visit Cyprus or other countries where there are walls in between different countries, Þegar ég heimsæki Kýpur eða önnur lönd þar sem eru múrar á milli mismunandi hópa af I fólki, say, this is a crazy world. þá segi ég alltaf við sjálfum að þetta alveg brjálaður heimur sem maður býr í. And then we make other distinctions. Og svo erum við alltaf að segja þetta greina á milli annara hópa. This is the capital, Já, til dæmis, þetta borgin and those are the villages. og þetta eru bara þorpin og bæirnir. We are the people here, Við erum aðal fólki hérna í höfuborginni. and those are the poor guys there. Landsbyn, hún einhvers staðar lengst í burtu. We need to decide, Við þurfum að taka þá ákvörðun, do we want to build the walls taka ákvörðun hvort við viljum reisa veggi in between Adventists and the rest of the world? milli aðventista og heimsins. We are the remnant church. Við erum leifarnar. Nobody's like us. Enginn eins og við. Yeah, we are the best actors among all Christians. Við erum besti kristni söfnuðurinn. Have you read Revelation chapter 3? Hafið þið lesið Opinberunarbókina 3. kafla? When Jesus says,
Þegar Jesús segir, You say, þú segir, I'm rich. ég er ríkur. And what's the truth? Og hver er sannleikurinn hins vegar? You are poorer than anyone else. Þú ert fátækari öllum öðrum framar. Double face. Svo það er aftur þessi hræsni. Good performance in acting. Að hafa góðan front. This is not our calling. En það er ekki það sem er tilgangurinn Our með kristna calling lífinu. is to build bridges rather than walls. Við eigum auðvitað að reisa brýr fremur en múra. Look at this. Svo að þið lítið á þetta. Paul is searching until he finds something he can commend. Páll rannsakar málin þar til hann finnur eitthvað jákvætt við stöðuna í Aþenu. Because he knows that antagonism is not going to win people for Jesus Christ. Venna þess að hann veit að árás hjálpar ekki fólki til þess að nálgast Krist. He says to Timothy Svo hann segir við Tímóteus in chapter 6 verse 20, í 7. kapla 20. versi, guard what has been entrusted to your care. já, I don't So know that by heart. take care of what is entrusted to you. Já, hann sem sagt segir, gættu þess sem að þér hefur verið treyst fyrir. Turn away from godless chatter Já, forðast vanheilagar hégómaræður and the opposing ideas of what is falsely called knowledge. og mótsagnir hinnar rangnemdu þekkingar. So what is Paul doing? Svo hvað er Páll að gera hér? Paul would like to talk to these people, Páll vill tala við þetta fólk and he mentions how much he appreciates them. og hann minnist á það sem hann líkar við í farið þeirra. And people pay attention. Og fólk leggur við hlustir. And they bring Paul up to the Areopagus. Svo Páll fer með þeim upp á hérna Marshæð, Which is not exactly the Marsh Hill. sem er ekki, það er ekki Marshæð, það er Aresarhæð. It's below that by about 100 meters. Já, 100 metrum lægra. Þetta eru staðir sem eru nálægt hverjum, Aresarhæð. It's a flat rock. Og þetta er klettur sem er bara flatur. There is where the ideas were discussed. Og þarna voru málefnin rætt. Ellen White writes Og Ellen White skrifar that Socrates was killed there að Sókrates var tekinn af lífi þarna. because he came up with new ideas. Vegna þess að hann kom fram með nýjar hugmyndir. And people said, okay, Og fólk sagði, allt í lagi, go up there. farðu þangað. Let us know about these ideas. Við skulum hlusta á þessar nýju fregnir. If we like it, Ef okkur líka við þetta you nýju, live. þá máttu lifa. If we don't like them, Ef okkur líkar ekki við you're þetta, going to die. þá myndu deyja. And they killed him. Og þau drápa hann. So when Paul is brought there, Svo þegar Páll er færður á þennan stað, he's not preaching only for fun. þá er hann ekki bara svona að skemmta sig við að predika. He's not saying, okay, let me have a nice time. Og hugsa bara, nú skal ég bara þrumi við liðnum. He is presenting the gospel Heldur setur hann fagnaðarerindi fram in exchange to his life. og veit að höfuð hans er að veði. His life is in danger. Vegna þess að hann er í lífshættu. He could have been killed after his sermon right away. Hann hefði geta verið tekinn af lífi samstundis eftir að þessari predikun lauk. And people say, may we know what is this new teaching, what you are presenting. Og fólki segir við hann, við viljum heyra þau nýmæli sem þú hefur að flytja. This is something strange to our ears. Þetta er eitthvað hljóma nýstárlegt í eyrum okkar. So go up there, Svo farðu þangað, tell us, segðu, and we will decide what to do with you. og við munum ákveða hvað við ætlum síðan að gera við þig. Wouldn't you like to have something like that in Reykjavik? Myndu þið ekki vilja eitthvað slíkt ætti sér stað hér í Reykjavík? That any time when we witness about Jesus, Að hvenær sem við tölum Jesú við einhver, our life would be in danger. þá væri líf okkar í hættu. That we would think every single comma what we say and what we Og don't. þá myndum við passa hvar við myndum setja hver einustu kommu í tali okkar. Look what Paul did. Svo sjáum við hvað Páll segir. He says, for as I walked around Hann segir, þegar ég gekk hér and I looked carefully at your objects of worship, og ég hugði að helgidómum ykkar, I even found an altar with this inscription, þá fann ég meðal annars altari sem á er ritað to an unknown God. til hins ókunna Guðs. Now what you worship Þetta sem þið nú is dýrkið something unknown. er eitthvað sem þið þekkið ekki. I am going to proclaim to you. En þetta er það sem ég ætla að predikum. Fantastic. Vá. And these guys are starting listening to Og him. allir leggja við hlustir. And they say, okay, Og þeir segja, já,
This man is right. Þessi maður hefur á rétt We að have standa. that statue there. Við höfum þessa styttu, ég kannast við Let's hana. see what does he have to say. Svo hvað ætla þessi maður að segja? There are 2 lessons to learn immediately. Við lærum 2 leksjur leið. First, Í fyrsta lagi, God can bless something which he does not agree with. Guð getur blessað það sem hann ekki sammála. And we just need to acknowledge this. Og við þurfum bara að sætta okkur við þá staðreind. Because God is blessing good and bad people. Með þess að Guð blessar bæði gott og vont fólk. God is blessing the Adventist and the terrorist as well. Guð blessar bæði aðventista og hryðjuverkamenn. And his blessing is not a sign of his approval. Og blessun Guðs ekki það sama og velþóknun Guðs eða samþykki. We need to recognize that. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því. Without his blessing, no human being can exist. Ef Guð væri ekki að blessa okkur, þá værum við ekki eins og á lífi. Second lesson, Í öðru lagi, repeating an old truth að endurtaka gömul sannindi without thinking án þess að hugsa is not necessarily a sign of faithfulness to God. sýnir ekki endilega trúfestu við Guð. Because Adventism Vegna þess að aðventismi is a rethinking movement. er sko hreyfing sem að endur hugsar sjálfa sig. Let me challenge you. Svo ég ætla að setja fram þessa áskorun. Can we rethink Adventism Getum við tekið aðventisma that it would be relevant to the people of Reykjavik? en sett hann fram á þann hátt að Reykvíkingar eða bara á höfuðborgarsvæðinu fólk myndi sjá ljós í því sem við erum að segja. Can we ask a question after every worship? Getum við spurt okkur eftir hverja einustu samkomi hér, How would we do this differently next time? hvernig gætum við gert þetta öðruvísi í næsta skipti? Repeating things without thinking Ef við erum alltaf bara að endurtaka hluti á þess að hugsa það hvað við erum að gera, is not a sign of faithfulness, þá erum við ekkert endilega með þessar sífelldu endurtekningu og sína trúfesti við Guð. but it is the sign of spiritual laziness. Heldur erum við þvert á móti að sína við erum andlega löt. Let us not sit back. Svo við skulum ekki bara sitja Ellen White has written everything. og Ella White búin að skrifa allt saman. You don't even need to use your brain. Ég get bara sett heilan í bað. Everything is there. Þannig að það er búið að skrifa þetta allt saman. No. Nei, That is a sin against God. það er synd gegn Guði. Because God designed us Þannig að Guð hannaði okkur in order to process information, til þess að vinna úr upplýsingum, make decisions in our lives, taka ákvarðanir í lífi okkar and be a blessing to the people around us. og blessa fólkið í kringum okkur. How people of Reykjavik are blessed because of Adventists. How are they blessed? Svo fyrir hvernig áhrifum verður fólki á höfuðborgarsvæðinu vegna þeirra aðventista sem að lifa hérna? What would we say to those people who are not in this building today? Hvað myndum við segja við þá sem eru ekki hér á þessari samkomu í dag? If we meet someone who is very fond of New Age, Ef við hittum einhvern sem er mjög mikið inn í nýaldarhreyfingunni, would we tell them, I admire your spirituality? myndum við segja ég kann að meta hvað þú leggur mikla áherslu á andleg málefni? Or would we shake them? Eða myndum við bara taka fólki upp á You kraganum? are wrong. Þú hefur rangt fyrir þér. Listen to us. Hlustaðu We nú á mig. hold the truth. Við höfum sannleikan. We are the remnant church. Við erum sanna kirkja Guðs á síðustu tímum. What is our approach? Svo hvernig nálgumst við fólk? Is our heart steered Er hjarta okkar fullt samúðar í garð because annarra of their salvation? vegna þess að við vitum að aðrir þurfa á Or frelsun are að we halda? angry because they don't know the truth what we know? Eða eru við fólki reið vegna þess að það þekkir ekki sannleikan? The behavior is essential here. Svo hér skiptir hegðun höfuð máli. Would we tell the philosophers, Myndum við segja heimspekingi, I like your search for the truth? ég kann að meta hvað þú ert mikið að reyna að leita sannleikans. And we have perfectionists among us as well. Og svo erum við líka með fólk sem er það sem er kallað í Guðfræði fullkomnunar sinnað. What we would say to them, Hvað segjum við það fólk? I like your quest for holiness. Ég kann að meta hvað þú vilt mikið reyna að nálgast heilaleikan. If I meet a Muslim, Ef ég hitti múslima, I admire your obedience. það er virkilega gott í fariðinu hvað þú sýnir mikla hlýðni við Guð. With the Jehovah Witnesses, Og ef maður hittir votta Jehóva, I like your zeal about witnessing. þú ert rosalega hugrakkur í boðun. Paul says,
Páll segir við Aþenubúa, people of Athens, fólk í þessari borg, you want to worship a God you don't even know. þið viljið meira segja tilbyggja Guð sem þið játið að þið þekkið ekki. You don't want that God to feel left out. Þið viljið ekki einu sinni láta þann Guð líða eins og hann sé út undan. Congratulations. Svo ég kann bara til hamingju með það. Well done. Það vel gert hjá ykkur. And people are listening now with 2 ears. Og núna hlustar fólk með báðum eyrum. So, what do we say to those people in the city? Svo hvað segjum við fólkið í borgunum? People are tired. Fólk þreytt. This is what we do in London. Þetta það sem við gerum í London. Because people are tired, Þar sem að fólk þreytt, we took out a sofa in the middle of London. þá fórum við með sófa bara niður í miðbæ. And young people Og ungt fólk are holding up a sign. hélt á skilti. So we are not bashing people with anything, we are just standing there. Svo við erum ekki að hamra á fólki með einn boðskap, við bara höldum á þessu skilti. Are you tired? Ertu þreytt? Have a seat. Fáðu þér sæti. People of London Fólk í London, are queuing up in order to sit on our sofa. það alveg myndaði spiðurinn strax í sófan. They sit Og fólki satt and we have an interview. og svo tölum við fólkið. Are you tired? Ertu þreyttur? I said, yes, I am. Já, ég þreyttur. But why are you tired? Hvers vegna ertu þreyttur? Because I'm working, I'm running, I'm doing, all sorts of things every single day. Ég alltaf að sinna erindum og maður er alltaf harða hlaupum og maður vinnur svo mikið hver dag. I am tired. Ég er þreyttur. But you are not a machine. En þú ert ekki maskína. I know I'm not a machine. Ég veit það vel. But I'm running like a machine. En ég haga mér eins og maskína. And then we ask the question, Og þá spyrjum við, what would you say hvað myndir þú segja if you had 24 hours every week, ef þú fengir 24 klukkutíma í hverju einustu viku what you could use for rest sem þú mættir nota til þess að hvíla and þig to take care of your relationships? og til þess að sjá bara og til þess að næra samböndin í lífið And I þínu. say, what's that? Og fólk segir, býtu, hvað áttu við? And we say, it's the Sabbath. Og þá segir við, það er And hvíldadagur. one guy said, how many kilos of Sabbath do I need? Og hann sagði, hversu mörg kíló get ég fengið af I said, it's hvíldadegi? not about kilos. Og við sögum, þetta snýst ekki It's about a decision. þunga, heldur bara You ákvörðun. already have it. Þú ert þegar með þetta. Take it aside. Svo þú mátt bara öðlast þetta sjálfur. Because we are designed by God. Menn þess að við erum þannig hönnuð af That we work Guði 6 days að okkur er best að And we vinna should 6 rest one daga day. og hvíla okkur 1 dag í viku. and I said, this is fantastic. Og maðurinn sagði, "Vá, þetta er stórkostlegt." I said, do you like the concept? Og við spurðum líka við þessa Yes. hugmynd. Og hann sagði, já, virkilega. Then we prepared a little card Og þá höfðum við bara svona lítið kort, with this hologram, what you can scan with your telephone. já, svona eitt af þessu merki sem hægt er að skanna með símanu til þess að fara beint inn á vefsíðu. And we asked them, Og við spurðum, would you be kind to like us on Facebook? svo gætur við líka við okkur eða lækað okkur á Facebookinni. Since we do this, Síðan við fórum að gera þetta, 23,000 people are on our Facebook. þá erum við komið 23.000 manns á Facebookarsíðun okkar. Let me ask you a question. Svo mér langar að spyrja ykkur, Is this an Adventist approach? er þetta adventistaleg nálgun? Can it be less Adventist than that? Er hægt að minnka, gæti þetta verið eitthvað minna adventistalegt? Are we helping people where they feel a need? Erum við að reyna að sinna þörf þar sem fólk finnur fyrir þörfinni? This is something which is exactly targeting the need. Þetta er eitthvað þar sem við erum að hitta algjörlega í mark. And I would like to finish with this. Og mér langar að ljúka í dag með þessum orðum. Speaking people's language Að tala sama máli is much more than using their word. eða sem að tala sama tungumál á einhver, það felur meira í sér en að nota bara sömu orð og viðkomandi. We can repeat certain words. Við getum farið með frasa Standing, in between the two young men as we were singing, og þegar ég stóð hérna á milli þessara tveggja ungu manna þegar við vorum að syngja hérna áðan, I was able to read something in Icelandic. þá gat ég lesið eitthvað smá í íslensku. I was even able to sing a Ég- couple of words in Ég gat meira Icelandic. segja sungið nokkur orð í sálmunum. Do I know Icelandic? Tala ég íslensku þá? No. Nei. My heart feels Icelandic, Hjarta mínu líður eins og það sé íslenskt, but my brain is not Icelandic. en heili minn er ekki á íslensku My tongue is not og Icelandic. tunga mín er ekki á íslensku. Repeating some words Að fara með does frasa, not mean that I speak your language. það þýðir ekki að ég tali sama tungumála You know, there is a catastrophe Svo þið vitið, það er virkilegar hamfarir when those people who have questions þegar við höfum fólk sem er með spurningar meet those people who have answers. sem mætir síðan fólkinu sem hefur svörin.
Now, what do you think Adventists fall into? What category? Svo hvar haldið þið að aðventistarnir séu í hvorum hópnum? People with questions or people with answers? Fólk með spurningar eða fólk með svör? We are people with answers. Við erum fólk með svör. And sometimes Og stundum, we answer on people questions they never asked. þá svörum við meiri sér spurningu sem fólk hefur aldrei spurt. And they look at us. Og fólk svona horfir á okkur. Are these guys from another planet? Bíddu, er þetta fólk frá annarri plánetu? Can we wait until they ask the question? Getum við allavega að beða til að fólk hefur spurt? Yesterday, Í gær, I had a fantastic experience with Adrian. þá var ég með Adrian We picked up a lady og við fórum í gegnum mjög frábæra reynslu. and we talked about Bible. Við hittum unga konu og við vorum að tala biblíuleg málefni. This lady knows Adrian now for about 6 years. Og þessi kona, þetta vinur Adrians í undanfarin 6 ár. And they started reading the Bible together just 6 weeks ago. Og þau fóru hins vegar að lesa biblíuna bara fyrir nokkrum vikum síðan. And Adrian told her, Og Adrian sagði henni, until you did not show any interest in the Bible, fram að þessu þá hafðir ekki sýnt neinn áhuga á biblíunni, I haven't shared you anything from the Bible. svo ég var ekkert að deila því. I waited. Svo ég beið bara. And she tapped him on the shoulder. Og hún klappaði honum á öxlina And he said, thank you for your patience. og sagði þakka þér fyrir þolinmæðina. I would like to tap you on the shoulder, Mér langar til þess að slá á baki á saying ykkur thank you for your patience towards the people in Reykjavik. og segja þakka ykkur fyrir þolinmæðina í garð fólksins á höfuðborgarsvæðinu. Paul speaks like one of the citizens of Athens. Páll nýtir sér það hvernig fólk talar í Aþenu And he says, you are outstanding thinkers. og segir við fólki, þeir eru mjög miklir hugsuðir. You found out that God is greater than any building. Þið komist að því sjálfir að Guð er miklu meira en nokkur bygging. And then he goes into his message. Og síðan fer Páll í gegnum boðskap sinn. Let me suggest Svo ég vil setja fram þessa punkta that Paul constantly talks about God að Páll er sem þetta alltaf að ræða Guð without using theology. án þess að nota guðfræði. He says God created everything. Svo hann segir Guð skapaði allt God is sovereign. og Guð er sem sagt yfir öllu. God is the life giver. Guð er sá sem að veitir lífið Then he says God has a plan. og segir Guð er síðan með áætlunum There is a hlutina. heavenly strategy. Svo það er himnesk áætlun There á is a bakvið hlutina. bigger story than your little story. Sagan þín fellur eins og lítill punktur inn í miklu stærri mynd. Then he says God is not far from us. Og hann segir síðan Guð er ekki langt í burtu. He's waiting for us to just come close to him. Heldur býður hann þess að við nálgumst sig. God is more than a philosophical thought. Og Guð er meira en einhver heimspeki bara. And this God Og þessi Guð is merciful. er miskunnsamur. He overlooks the ignorance of the past. Hann horfir fram hjá því hvernig fólk hefur verið fáfrótt. And he is initiating this Og relationship. það er hann sem að tekur fyrsta skrefið í átt að sambandi við And fólk. then he says, Og síðan segir Páll, God is going to judge the whole world Guð mun dæma allan heiminn through one person who rose from the dead. og sá sem dæmir á þeim degi er maður sem að reisa upp frá dauðum. Can you see this? Svo sjáu þið þetta. Paul Páll, had a fantastic method. hann var með stórkostlega aðferðafræði. He did not quote the Bible at all. Hann opnaði ekki biblíuna í þessari ræðu sinni. Why? Af hverju? What kind of Bible Paul had? Hvernig biblíu var Páll með? That was the Old Testament. Það var gamla testamentið. The scrolls of the Old Testament. Sem sagt svona rullur Hebrew writings og hebresk rit or Aramaic writings. eða á arameísku. Would that be relevant to the Greeks? Hefði það skipt máli fyrir fólk í Aþenu? Not at all. Enga veginn. Then Paul says, no, I'm not going to quote this. Svo Páll segir, já, þá vitna ekki þessa bók. But he quoted two sources which were relevant to them. En Páll vitnaði hins vegar í 2 rit sem að skiptu Aþeninga máli. He started speaking their language Svo hann byrjaði að nota þeirra tungumál according to the pattern how they thought. og setti sig í, sem sagt, spor viðmælenda sinna. Paul did not mention sin at all. Páll notaði orðið synd aldrei. And Paul says, Og Páll segir, God overlooks ignorance. Guð sér í gennum fingur sér með fáfræði, horfi fram hjá fáfræði. And he makes an appeal.
Og síðan hann með svona það sem við kallum God altariskalk, is hann líkur calling you to repent. og segir Guð að segja við ykkur að þið snúið ykkur til sín. He quoted Epimenides Og Páll vitnaði sem tvo höfunda, Epimenides, from before Christ 600. sem var uppi 600 fyrir Krist, He wrote this, for in him we live and move and have our being. en hann höfundur þessara línu frá Páli, því í honum lifum við, hrærumst og höfum verund okkar. And you see the philosophers nodding. Og ég geti séð fyrir ykkur hvernig heimspekingarnir voru að kinka kollið að Páll segir þetta. We understand that. Já, við vitum hvað þetta er. Then he goes quoting Aratus, Og síðan vitnar hann í Aratus, who is from before Christ 315, 200. sem var upp á 3. öld fyrir Krist, For we are also his offspring. sem að sagði því að við erum líka börnin hans, eða því við erum líka einnig hans ættar. And they say, yes, Og þeir sögðu já, we understand what you say. við vitum hvert þú ert að fara. What would do Paul in Reykjavik? Hvað myndi Páll gera ef hann væri í Reykjavík? Would he tell you, Myndi hann segja, God is near to you? myndi hann segja Guð nálægur, But he would like to draw even nearer. en hann vill jafnvel nálgast meir. Paul speaks about the second coming, Páll talar seinni komu Krist, about the judgment, dóminn, about the resurrection, upprisuna, without using theological expressions. án þess að nota flókna guðfræði frasa. And the message is understood. Og fólki skildi boðskap Páls. And you ask the question, Svo þið spyrjið, what was the result? svo hvernig fór þessi ræða? Was this successful? Var hún árangusrík? Look at this. Sjáu hér, When they heard about the resurrection of the dead, þegar þeir heyrðu upprisuna frá dauðum, some of them sneered, þá hættust sumir að því, but others said, en aðrir sögðu, we want to hear you again on this subject. við viljum hlusta á þetta hjá þér öðru sinni. Do you know what Ellen White writes about this? Vitið hvað Ellen White skrifar þetta? The wisest of his hearers were astonished as they listened to his reasoning. Hún segir að vitrustu áherendur Páls voru þrumulosnir yfir þessari ræðu. In verse 34, Við lesum í 34. versi, a few men became followers of Paul and believed. en nokkri menn slóist í fylgd Páls og tóku trú. Among them was Dionysius, a member of the Areopagus, Meðal þeirra var Dionysius, einn úr Areopagus dóminum, also a woman named Damaris, and a number of others. og kona nokkur Damaris að nafni og aðrir fleiri. We know that Dionysius, Við vitum að Dionysius, he was the head of the high court in Athens. hann var hæstaréttardómari í Aþenum. And there was also an influential woman with the name Damaris. Og Damaris var mjög áhrifamikil kona. Was this successful? Svo var þetta árangusrík prédikun. Would you be happy Myndu þið vera glöð if the president of the high court in Reykjavik would be a follower of Jesus ef Christ? að forseti Alþingis eða hæstaréttardómari á Íslandi væri aðventisti? Would you consider that an unsuccessful approach? Myndu þið segja að við höfum ekkert upp á krafsinu með þessar aðferð? How about the prime minister? En hvað með ef að forsætisráðherrann yrði How about kristinn? professors at the Reykjavik University? Eða háskólaprófessorar á höfuðborgarsvæðinu? You know, we are so obsessed with numbers Við erum með svo mikið með tölur á heilanum that we forgot to take in consideration the salvation of people. að við gleymdum því að muna líka eftir frelsun fólks. Behind every number there is a life. Bak við hverja tölu eða hvern tölustaf þá heil mannsævi, bara heilt líf. And finally, Og að lokum, do we understand correctly okkar skilningur what glöggur? Paul is doing? Vitum við hvað Páll að gera? When he goes to Corinth, Þegar hann fór til Korintu, he writes in his first letter, þá skrifar hann í fyrra bréfi sínu, chapter 2, verse 1. öðrum kafla 1. vers, When I came to you, brothers, þegar ég kom til ykkar bræður, I did not come with eloquence or superior wisdom, kom ég ekki með frábæri mælsku snild eða speki, as I proclaimed to you the testimony about God. þegar ég var að flytja ykkur leyndardóm Guðs. For I resolved Því ég ásetti mér eða to ákvað know nothing while I was with you að vita ekkert þegar ég var á meðal ykkar except Jesus Christ and him crucified. nema Jesú Krist og hann krossfestan. In Corinth, Í Korintu Paul speaks to the workers in the docks.
þá Páll að tala við hafnaverkamenn And he is using another approach. og notar aðra nálgun. Let me suggest. Svo ég vil segja, Paul preached Jesus the crucified on Areopagus, Páll prédikaði Krist krossfestan á Arisarhæð, using the language of the Greeks Á- and the philosophers, tungumáli grísku hugsuðana, and he preached Jesus the crucified og hann prédikaði líka Krist krossfestan to the dock workers in Corinth, til verkamannana í höfninni í Korindum portraying Christ as crucified. og setti fram Krist krossfestan í ræðum sínum þar. And both approaches Og báðar nálganir were coming from the Holy Spirit, komu frá heilugum anda and they were successful, og voru báðar árangusríkar. establishing new communities of believers. Því að á báðum stöðum urðu til nýjar kirkjur. The question is, Spurningin are you a bridge builder ætlum við að byggja brú or a wall eða builder? múr? There was a man Það var maður who had a fight with his brother. sem að reist við bróður sinn. They lived next to each other. Þeir bjuggu við hliðina hvor á öðrum. And his brother, to show how upset he was, Og annar bróðurinn, til þess að sína hvað hann var reiður, he took these huge machines þá tók hann þessar stóru vélar, and he was making a ditch in between the two properties. vinnuvélar og gerði djúpan skurð á milli landareign bróður síns og sinnar eigin. And he will let water running into it, Og skurðurinn var það stór og djúpur að hann fylltist af vatni. showing we are separating. Svo bil á milli okkar. The other brother, when he saw this, Hinn bróðurinn, þegar hann sá þennan skurð, I can do much better than that. ég get tekið þessu framar. He called a carpenter Og hringdi í smið and he said, "Sir, og sagði hérna, would you be able to build a 3 meters tall fence in between the two properties? ég þarf 3 metra háa girðingu hérna á milli eigna. How much time do you need? Hvað þarftu mikinn tíma? I pay you whatever you ask. Við skal borga hvaða tímaverð sem þú setur upp. And the carpenter said, Og smiðurinn sagði, by evening I will be done. ég verð búinn bara kvöld. I said, okay, Og gott og vel, start the work. þú mátt bara hefjast handa. The owner went into the city, Svo eigandi fór inn í borgina and then towards the evening he came back. og svo kom hann aftur kvöldleitið And he almost had a heart attack. og fékk næstu í hjartaáfall. When he saw what the carpenter did, Þegar hann sá hvað smiðurinn hafi gert he went there. og hann fór þangað He said, did you listen to my instructions? og sagði, býttu, heyrður eitthvað sem ég var að I segja við asked you þig? to build a 3 meters high fence, Ég sagði við þig, ég vil 3 metra háa girðingu and now you built a bridge. og þú byggði brú. And when the brother saw En þegar bróðirinn sá brúna that this one is standing at one side of the bridge, og sá skurðin og brúna yfir, he was coming running. þá kom hann hlaupandi Brother, og sagði, bróðir, please forgive me. fyrirgefðu mér. I am such a wicked guy. Get verið svo ógeðslega erfiður. I put this river in between us. Ég gerði bara á milli okkar But you hérna. are so nice En þú ert svo góður because you built a bridge over this að þú river. gerði bara brú yfir ána. Please forgive me. Fyrirgefðu mér núna. And the two embraced each other. Og þeir föðmuðust And he said, thank you. og luku máli. Then they looked at the carpenter. Síðan horfðu þeir á smiðinn Said, we can give you work until you die. og sagði, við munum sjá þér fyrir verkefni það til þú deyr. Stay with us. Svo þú mátt bara búa hér. And the carpenter said, Og smiðurinn sagði, no, sir. nei, I have many customers ég er með marga aðra viðskiptavini who want me to build fences. sem vilja að ég byggi grindverk og múra. So tomorrow, Svo á morgun, I'm probably building another bridge þá mun ég sennilega vera að reisa aðra brú instead of a fence. í staðin fyrir gyðingu. What is your approach? Svo hver er nálgunin þín? What is our approach? Hver er nálgunin okkar? Building fences, Að byggja gerðingar building walls, og múra or building bridges? eða byggja brýr. We are called Við erum kölluð by God af Guði to build a bridge til þess að byggja brú between God's heart milli hjarta Guðs and the hearts of people. og hjarta fólksins í kringum okkur. That's our mission. Það er köllunin okkar. May God bless you Megi Guð blessa þig as you continue to be involved in þegar this þú mission. reynir að sinna því í lífi þínu. Amen. Amen. Skulum þá taka Janus kærlega fyrir og skulum taka upp salmabækunar og fletta á salmum 68.
Guð þín elska, Salmur númer 68, ef við ekki bara rísa á fætur og síðan munu blessunarorðin fylgja á eftir. Blessunarorðin sem við lesum vanalega þegar við ljúkum guðsþjónustu er að finna í 4. Mósebók 7. kafla, þar sem að Guð segir Móse að tala þannig við Ísraelsmenn, að blessa þá með því að segja: Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, megi Drottinn lyfta augum sínum yfir þig og gefa þér frið. Þannig skuluð þið leggja nafn mitt yfir Ísraelsmenn og ég mun blessa þá. Amen.